Á ég margt að gefa þér, alla mína skuldir, ást og trú. Enginn fær það nema þú. Skuldir átti heima í næsta banka. Ég næstum það ekki skilið fæ. Hún var eftir mér alveg og ég fékk skýrslun á í því stóð. Svo hitt versið til Noregs lá mín leið, langan tíma það ég beið. Ég alltaf reyndi en illa greið að gleyma skýrsluna sem ég fékk. Ég flaug til Íslands, æskustöðvarna mína leið, en skuldin leit mig ekki á. Ég hefði skipta sem hún sagði þá. Gosi, elskan, gráttu ei, leittu mér, ég segi nei. Þú vildi þig ekki Vestfirðsflóð, því var ég að bögga næsta ljón. Afhenda áskorun til ríkisstjórnar Íslands. Ég ætla að leyfa mér það að lesa þessa áskorun upp áður en við böngum þetta upp á og afhendum húsráðendum hér inntaka þessu. Áskorunin svo hljóðandi: Reykjavík, 1. júní 2010. Til ríkisstjórnar Íslands. Heimavarnarliðið stóð fyrir þögulli mótmælastöðu við lok síðasta ríkisstjórnarfundar þriðjudaginn 25. maí síðastliðið. Þar var Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra hvattur til að mæta talsmanni heimavarnarliðsins í beinni útsendingu til að ræða vanda heimilanna, en hann ákvað að sinna því engu. Í kjölfar mótmælastöðunnar lýsti síðan Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra því yfir að fjöldi heimila í skuldavanda væri ekki stór, eða 30% heimila. Hún hélt því jafnframt fram að ríkisstjórnin hefði gripið til fjölda ráðstafana til að mæta vanda þeirra og tiltók sérstaklega að úrræðin sem til boða stæðu væru 50 talsins. Heimavarnarliðið skorar á forsætisráðherra að gera nú þegar nákvæma grein fyrir þessum 50 atriðum sem eiga að koma skuldsettum heimilum til bjargar. Þangað til áskilur heimavarnarliðið sér að túlka þetta sem innantóm orð og tölur. Heimavarnarliðið vill auk þess minna á að þegar talað að 30% heimila eigi verulegum skuldavanda, þá sé verið að tala á 700.000 einstaklinga sem fátæktin blasir við nú þegar. Jafn stór hópur á hraðri leið í sömu spor en reynir eftir mætti að greiða af stökkbreyttum íbúðalánum sínum í veikri vonum að norræna velferðarstjórnin leiðrétti þau aftur fyrir hrun. Samkvæmt nýlegum fréttum munu 4 lögheimili í Reykjavík verða seld nauðungarsölu daglega í júnímánuði einum. Heimili sem ríkisstjórnin lofaði að halda hlífiskildi yfir fram til næsta hausts. Heimavarnarliðið skorar vara ríkisstjórnina við. Heimavarnarliðið varar ríkisstjórnina við að láta högg þessi ríða á varnarlausum fjölskyldum og skorar á dómsmálaráðherra að stöðva þessa óhæfu án tafar. Að lokum fer heimavarnarliðið fram á það við ríkisstjórn Íslands að hún lýsi því yfir að alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sé ekki við völd á Íslandi og ráði því ekki för við að leysa skuldavanda íslenskra heimila. Heyr! Áskorun þessi óskast lesin í heyranda hljóði á ríkisstjórnarfundi í dag, heimavarnarliðið@gmail.com. Takk fyrir. Heyr!